Syndin getur virkað sem mjög flókið hugtak og það hugtak sem kristni menn hafa velt sér mikið fyrir í gegnum aldirnar. Hinnar 7 höfuðsyndir í kristninni eða hinnar 7 dauðasyndir, the 7 deadly sins, skilgreining eða upptalning sem fór fyrst að taka þessa mynd á 4. öld þegar að Evagrius Ponticus, guðfræðingur rithöfundur, skrifaði hinnar 8 illu hugsanir eins og hann skilgreindi og það voru ofát, losti, ágerind, reiði, leti, sorg, hégómi og stolt. Gregorius I eða Gregorius mikli sem var páfi á 7. öld, hann skrifaði dauðasyndirnar 7 og þannig má rekja þær 7 syndir sem talaðu mér í dag. Þannig að það má rekja til hans og kaþólskrar hugsunar og heimspeki að mörgu leyti. En hugsunin bak við dauðasyndirnar 7 eru þær syndir sem eru taldar upp þar eru þær syndir sem geta leitt af sér fleiri syndir. Já. Og eru því listaðar upp í eins konar forvarnarskyni að ef þú passar þig á þessum 7 að þá eru talsverðar líkur því að þú framkvæmir ekki það sem að þær leiða af sér svo. Já, og það mjög mikilvægt að taka það fram eins og þú búin að segja að þetta mannleg hugsun, þetta ekki eitthvað úr biblíunni. Já, nei. Það ekki að þetta hinnar 7 ófyrirgefanlegu syndir eða 7 verstu syndir endilega, þetta bara ein mannleg túlkun eða nálgun sem að bendir á og það mjög margt til í þessu og það svona alltaf að tala þetta. Já. Og þetta klassísk og svona hugsun sem hefur staðist tímans tönn að einhver leita allana. Og já, við erum að tala stolt, öfund, reiði, leti, græðgi, ofát og losta. Það eru syndir og mistök eða uppreist gegn Guði sem eru ekkert síður alvarlegar og ég held að í grunninn þá hann félagur okkar Øyvind Andersen sem er normaður norsku predikari heitinn, hann vildi meina að sjálfshyggja væri svolítið svona grunnur allavega þegar Jesús var freistað í eyðimörkinni þá hefði allar 3 freistingarnar höfðu með einhvers konar sjálfshyggju að gera. Individualism. Já, eða að treysta á okkur sjálf frekar en Guð. Já. Sem að einleið til að líta og vantrú líka annað kannski form eða önnur tenging við sömu synd, en bara til að taka fram að við ætlum að tala um þessar 7 höfuðsyndir, 7 dauðasyndir, en trúum því að það sé svolítið svona, já, mér finnst góð myndlíking að þessar 7 syndir svolítið eins og rætur af syndarinnar eða þú veist, að það leiðir af sér aðrar, þannig að flestar syndir má rekja til einhvers af þessu, þannig að við erum búin að tala um kærleika dálítið mikið undanfarið og vináttu og eitthvað svona feel good sem gott og mjög mikilvægt og stór hluti af kristninni, en við viljum líka taka tíma til þess að tala um það sem að þarf líka að vara við og aftur eins og alltaf að tala til okkar sjálfa. Og einnig vildum við grípa tækifærið og tala um eitthvað sem að menningarlega þekkt út af við að hinnar 7 dauðasyndir eitthvað sem hefur verið fjallað í svona popular culture í kvikmyndum, tónlist og einhverju slíku og við vildum svona skoða það eins út frá bara trúarlegu samhengi, kristnu samhengi og slíku. En ef við snúum okkur að henni fyrstu synd á þessum lista þar segja. Sem talin verst. Já, hún er talin það. Svona út frá hinum kom allar hinnar. Já, svolítið. En það er stolt, eða pride, eins og það heitir á íslensku. Nei, heitir á ensku. Að syndin stolt, grundvallast í því að líta á sjálfan sig sem á einhvern hátt merkilegri eða öðrum. Þetta þýðir ekki að maður megi ekki vera stoltur af afrekum sínum eða einhverju jákvæðu í manns fari. Heldur snýst þetta að hafa ekki það hugarfar sem lítur niður á aðra, að upphefja sjálfa sig og annara kostnað. Og ég má skjóta inn bara einn svona kaþólsk
skilgreining, við berum mikla virðingu fyrir katholismannum, algjörlega. Ýmislegt þar sem við erum hjartanlega ósammála, en í grunninn bara ein deild af fjölskyldunni sem að kristnin er. Þannig að við munum vera svolítið að vitni í kaþólska hugsun í þessum þáttum og ein skilgreining á þessari synd á hroka er svona ennsku fyrst að því hún var þannig á vefsíðunum: an exclusive love of self or the desire to be better or more important than others. Bara óhófleg ást á sjálfan sig og þrá til þess að vera betri og mikilvægari en aðrir. Og það er minnst á þetta í Biblíunni og það er varað við þessu. En í 1. Pétursbréfi 5. kafla, 5. versi stendur: Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Og dramblátur er svona, það er uppáhalds hversdagslega orðið mitt. Já, ég nota það bara, ég er mjög dramblátur sem aðili. En já, sem sagt. Já. Þetta er tilvitnin í líklegast orðskvið 3:34 pínu umorðað, en þar er, ég var nú ekki búin að skrifa það hérna árétt, en það er bara þeir sem að hreykja sér upp, þeir munu vera auðmýttir, þeir sem auðmýkja sem, þeir munu vera upphafnir í Guði. Já, algjörlega. Já. Og þetta snýst það að þetta er ákveð balancing act. Já. Að við eigum í grunninn að vera, við eigum að standa fast á okkar, við eigum að vera stolt af því hver við erum. Já. Við erum konungsborinn og við erum hvað við segja, toppurinn á veröldinni hvað var það sköpunina. Guð skapaði heiminn og hann skapaði okkur og hann sagði það er gott. Og maður getur verið ánægður með það sem að maður afrekar. Já. Þú getur verið stoltur og heilbæran hátt að sjálfsögðu af þú veist, vinnuninni eða börnuninum, #Gen Z. Við hefum svo mörg börn, allavega fætt kæminni. En einmitt, þú veist, og það er þetta í rauninni varðandi margar af þessum syndum sem við komum til með að tala um hérna í dag, að grunnurinn af þessu er eitthvað sem er eðlilegt, en ef þú leyfir því að taka stjórn á þér og fara fram yfir ykkur mörk, að þá snýst þetta yfir í synd. Já. Mér langar að lesa bút úr Filippibréfinu, kafla 2. Já. Þar sem að, ef einhver hefur ástæðu til þess að vera stoltur, þá er það Guð. Já. Ég menna talandi að vera toppurinn, ekki bara sköpuninni, heldur á skaparanum, eða þú veist. Já, mitt. Þú ert það aðeins það. Já. Geit eilíðarinnar. Hann hafði allan rétt á að vera stoltur, hann hafði allan rétt á að hreykja sér upp, en hvað gerði Jesús? Við lesum í Filippibréfinu 2 frá 5 og þetta er ljóð sem að Páll skrifar og hann fyrst ávarpar hann áheyrendur sína og segir: verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Svo segir hann var í Guðsmynd en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann tók ekki all réttindi sín til þess að vera eins og Guð, heldur afsalaði sér að afþakkaði allan heiðurinn og öll gæði þess að vera Guð. Akkurat. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, dauðans á krossi. Guð er að auðmýkja sig. Jesús, sonur Guðs, var maður, 100% maður, 100% Guð, var að auðmýkja sig jafnvel fram í dauðan á krossi. Fyrir því, vers 9, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er aðra, til þess að fyrir nafni í Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu, og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Það segja, ef Guð sjálfur auðmýkir sig, hversu mikla ástæða hefur við til að auðmýkja okkur. Já. Og við sjáum bara prinsip eða loforð, Guð lofar því að upphefja og heiðra þá sem að auðmýkja sig með eilífu lífi og með gjöfum og blessun og bara öllu sem að Guð hefur að færa. Og við sjáum það líka hérna að Jesús auðmýkja sig og Guð hefur hann upp til þess að vera konungur, til þess að vera heiðraður og fá það nafn sem að allir munu krjúpa fram fyrir.
Já. Það er exclusive fyrir Jesú sjálfsögð, það er ekki það sem okkur lofa okkur, Já, nei. en hann er að lofa okkur heiðri þegar við auðmýkjum okkur. Mhm. Og ég held að, þú veist, stolt er bara ákveðið form af auðmýkjaskap, Í rauninni. kaltanislega, Já. af því að þú ert með eitthvað stolt og þú ert að hreykja þér upp og ætlar að blása þér upp og það mun komið í ljós einn daginn, sem að hvort líka betur að vera, að þú varst bara blásin upp og það var ekkert, þú veist, bara eins og bladra sem mun springa og falla sjálft sig. Mhm. Þannig að auðmýkjaskapurinn innan gæsalappa, eins og ég segi, felst í því að treysta ekki á Guð, heldur ætla að þykjast vera eitthvað sem þú ert ekki. Já. Sætta þig ekki við það sem þú ert. Sætta Mhm. þig ekki við það að þú ert ekkert fram fyrir Guði, en í Guði getur þú fengið allt. Já. Grunnurinn af heilbrigðustolti versus syndinni stolti Já. er það að heilbrigðstolt snýst það að standa fast á því sem að grundvöllur er fyrir. En syndin stolt felst í því að blása upp blöðurna sem kemur svo til með að springa. Ef það er ekki, ef það er ekki fótur fyrir því sem þú ert að reyna að upphefja, að þá mun það á endanum verða það af engu, af því að ultimately er það ekki neitt. Ég las daginn og mér langar að lesa smá tilvitnin hérna eftir A.W. Tozer sem var bandarískur predikari á síðustu öld og hann segir, ég ætla að lesa það sko bara: The meek man, auðmýkur maður, is not a human mouse afflicted with a sense of his own inferiority. Rather, he may be in his moral life as bold as a lion and as strong as Samson, but he has stopped being fooled about himself. He has accepted God's estimate of his own life. He knows he is as weak and as helpless as God has declared him to be. But paradoxically, he knows at the same time that he is in the sight of God of more importance than the angels. In himself nothing, in God everything. Í nótskjörð, hinn auðmýkjum maður, hann er ekki einhver auðmýki sem að hefur sér eins og einhver lítið mús eða þú veist hefur einhvern kjark eða einhver styrk, heldur veit bara sættir sig við Guðs mat og greiningu á honum sjálfum og í Guði er allt. Í sjálfum sér ekki neitt en í Guði er allt. Já. Þannig að hinn auðmýki er hinn stóri í Guðs ríki. Og auðmýkt í grunninn snýst það að vera meðvitaður eigin styrkleika og veikleika og hafa það í huga að við erum öll að gera okkar besta hverju sinni. Við erum öll að sömu vegferð frammi fyrir sama Guðinum og það skiptir ekki máli hvar þú lendir í röðinni sem í innansvega og ættir ekki að vera að bera þig saman við aðra og byggja þitt sjálfsálit og byggja þitt líf á því hvernig þú ert perceived út af því. Heldur ættir að byggja þau upp á því hver Guð segir þú sérst og eins og Tozer tekur fram að vera meðvitaður hversu lítill og hversu í rauninni hversu mikið metin en ultimately hversu mikið í rauninni hversu lítill þú ert frammi fyrir Guði en í rauninni hversu vel metin þú ert frammi fyrir Guði er grunnurinn af þessu og það er balansinn. Og ég held að í grunninn og eins og það heyrið þá erum við ætlum að kontrasta pínu synd, eina af höfuðsyndunum með 7 höfuð dygðum, getur við sagt, sem er hérna bara hluta af kenningunni eða svona, þú veist, hluta af kennslinni, að það er hægt að öllumilli þá sigrast á synd með því að bara treysta að Jesús hafi sigrað hana fyrir okkur sem hann gerði fyrir 2000 árum á krossinum og baráttan er hans, ekki okkar. Að því sögðu þá er það líka hluti á ábyrðinni er okkur að deyja hennum gamla manni og láti ekki leiðast af syndinni lengur. Það er kannski efni í heila seríu að leiðast á andanum en ekki holdinu, en boðskapurinn okkar er fyrirgefning í Jesú fyrir synd. Það er í honum sem við eigum eilíft líf, en líka hvatning og áskorun til þess að sigrast á því sem hefur kannski haldið aftur á manni eða því sem hefur slegið mann niður og fengið mann til þess að freistast og syndga og sigrast á því og að ákveðnu leyti skipta út höfuðsynd fyrir dygð. Og dygðin í þessum þætti fyrir þessa synd er auðmýkt sem við erum búin að tala um og
kannski sem lokaorð þá held ég að bara auðmýkt man ekki hver sagði það, hvort það var einhver einn eða bara almennt, en auðmýkt það að meta, bara að hafa rétt mat á sjálfum sér. Það ekki að lítillækka þig neðar en þú ert. Jesús var ekkert eitthvað þykjast vera ekki konungur, hann var alveg öruggum með það, hann var Messias og Kristur, en auðmýkt ekki að blása sig upp eða að vera upptekinn af sjálfum sér. Nei. Það stolt, okkar einfalda take á stolt og auðmýkt. Eitthvað bæta við? Nei, bara takk fyrir Næsti þáttur. og sjáumst í næsta þætti. Það alltaf að spjalla öfund og dygðina á móti sem við ætlum að tala sem góðvild. Já.